Góðan daginn. Ég verð að taka morgunvídeó upp aftur af því að heyrðist ekkert í mér fyrir vindinum. Þannig ég er inni að taka þetta upp og nú var að muna hvað ég sagði. Af hverju ertu að þessu, Margrét? Af hverju ertu að taka upp þessi vídeó? Af hverju heitir ásið þín einhverf glóra í þessu? Ég er að þessu til þess að auka sýnileika einhverfunar, þó ég hafi ekki talað einhverfuna í fyrstu 2 vídeónum. Þá er ég samt að sýna inn í einhverfan haus. Mörg ykkar sem telja sig þekkja mig vel, þekkja mig samt ekki neitt, eða voða lítið. Af því að við sem erum einhverf, við setjum upp grímu og þykist vera óeinhverf þegar við erum í samskipti við aðra. Þessi vídeó mín, þau eru liður í því að sýna raunverulega hver ég er. Og ég mun tala við annað fólk, annað einhvert fólk og þetta snýst ekki bara um mig. En sem partur af fræðsluteymi einhver samtakana finnst mér þetta skylda mín. Og það er sorglega margir sem bara flestir sem segja ekki frá einhverjum sinni í vinnu eða þegar fer til læknis og það segir eiginlega allt sem segja þarf fordómana gagnvart einhverfunni. Þegar ég segist vera einhverf, segja margir, já, en þú ert meir en einhverfan þín. Af hverju segi ég það? Af hverju segir enginn þegar ég segist vera frænka? Já, þú ert meir en frænka. Ég get segist vera frænka, dóttir eða vinkona eða borgfirðingur eða haffirðingur eða textilhönnur eða læknir, en engum dettur í huga að segja, já, nú meir en læknir. En ég verð endilega að vera eitthvað meira en einhverf. Af hverju? Af hverju ekki nóg að vera einhverf? Það er nóg að vera læknir. Samt hef ég bara verið læknir frá því á 26 ára og það var einhverju hausinn minn sem að lærði það. Ég fæddist einhverf. Já, og þeir ráðu bara auðvitað hvort ég hlusti á þetta og horfa á þetta, en ég mun ekki endilega tala alltaf einhverfuna, en ég mun sýna inn í einhverjan haus. Já, nú get ég ekki haldið símann lengur fyrir verkjum og mátleysi í handleggnum, þannig að ég segi bara góðan dag.